Herra Nískur bar nafn með rentu. Hann bjó í húsi sem hefði geta verið notalegt, en var það ekki. Hann málaði það aldrei en ég lagfærði gluggana en ég heldur þakið. Inni fyrir var sama upp á teiningnum. Engin gólteppi, engin gluggatjöld, engar myndir, engin arinn. Og herra Nískur var svo nískur hann gerði sér húsgögn úr gömlum appelsínukössum og svo kvartaði hann yfir hvað naglarnir væru dýrir. Hann var slíkur ógnar nískupúki. Vitiði hvað hann gaf bróður sínum í jólagjöf í fyrra? Kólamóla. Nú var það ekki svo að herra Nískur væri auralaus, og nei, hann átti nóga peningum, en að hann tímdi að eyða þeim, nei ekki hann herra Nískur gamli. Daginn okkur sat hann í drungalega eldhúsinu sínu og var að borða drungalegan mat þegar bari var að dyrum. Árans ónæði, sagði hann, því hún var illa við fólk. Hann opnaði dyrnar og þar á dyraþrepinu stóð galdrakall, allfeitur galdrakall. Sæll, sagði galdrakallinn. Mér datt í hug kynni þar sem svo heittir í veðri að þú gætir kannski, sé það ekki á mikil fyrirhöfn, verið svo vætn, sé það ekki bagalegt að þú gætir kannski þar sem ég er sár þyrstur, látið mér í 10 glasa vatni, sé ekki til á mikil sætlast af vatni að þú vildi vera svo vætn. Þetta var orðmargur galdrakall. Nei, sagði herra Nískur ruddalega og skellti hurðin aftur við nefn. Hvernig komst inn? Sagði herra Nískur og greip andan á lofti. Ná, sagði galdrakallinn, það var með, hvernig var ég orðað það, ég bara, þú veist, veifaði þessum hvað eitthvað náttúrulega, töfrasbrotað, þú veist, og nú er ég hérna, skilur þú? Þú lítur að vera óskup fátækur, sagði hann vingjallega þegar hann leit í kringum sig. Já, það er ég, laug herra Nískur. Það geti ég kannski rétt hjálparhönd, sagði galdrakallinn og ætlaði að draga til sín kassa til að setjast á. Kassin hreyfðist ekki úr stað svo að galdrakallinn kippti fastar í hann og þá fór hann af stað. Ég reyndar vatt hann koll, svo að peningar herra Nísks flættu út allt gólf. Já, hérna, sjóðu nú bara. Ég skal segja ykkur það. Mér sýnist svo, hélt hann áfram, að þú, herra minn, sért gamall nískupúki. Herra Nískur heyrði ekki til hans. Hann var á upptekinn við að skríða út allt gólf og reyna að sópa saman peningunum. Og gamlir nískupúkar þurfa að fá ráðningu. Að svo mæltu veifaðan töfrasbrotanum sínum og allir peningarnir breyttust í kartöflur. Kartöflur. Ó vei, ó mig auðmann, viltu breyta peningunum mínum aftur í peninga? Gerðu það, viltu gera það? Kannski, sagði galdrakallinn, en aftur á móti sé tekið tillit til alls þegar öll er á botning hvolft eftir hlutarins eðli að þér virðist, kannski ekki. Samt sem áður, hélt galdrakallinn orðmarki áfram. Mun ég, ef þú lofa mér hátíðlega að verða aldrei nískur framar, breyta kartöflunum þínum aftur í peninga. En, bætti hann við strangur og svip, verðir nokkuð tíma nískur aftur, þá færðu, hvernig á ég orða það, kartöflunar í hausin aftur, kall minn, ef ekki bara hann að grænmeta auki. Næsta dag ákvað þeirra nískur að ganga til bæjarins. Hann fór aldrei með strætisvagni því að það kostaði peninga. Og leiðinni mætti hann gamalli þvottakonu sem bar gríðarstóran pinkil með þvotti. Góði maður, getur verið svo væll, sagði hann að hjálpa mér að bera þvottin að þarna hann er svo þungur. Nei, sagði herra nískur. Þetta er þinn þvottur, þú getur borðið hann sjálf. En leið og hann hafði sagt þetta fann hann fyrir fiðringi í nefinu. Nefið á herra nískum hafði breyst í gulrót. Æ, nei, sagði hann með andköfum. Gamla þvottakonan hló. Og þá mundi herra nískur eftir orðum galdrakallsins. Já, æpti hann í óboði. Auðvitað hjálpa ég þér, að sjálfsögðu. Gulrótin breyttist aftur í nef og hann hélt áfram. Gamla þvottakonan hló aftur og breyttist á ný í galdrakallin. Þetta hafði reyndar alltaf verið hann eins og þið skiljið. Síðan gekk herra nískur fram hjá húsagarði. Í garðinum var gamall maður að höggva eldi við. Afsakaðu, kallaði hann. Gætirðu rétt gömlum manni hjálparhönd, piltur minn góður? Nei, sagði herra nískur. Þetta er þinn eldi viður, þú getur höggvað hann sjálfur.
En leið og þessi orð höfðu sprottið af vörum hans, ég giskið að hvað gerist. Eyrun á honum það tómötum. Æ, nei! Gamli maðurinn hló og herra Nískur mundi eftir orðan galdrakarlsins. Já, eftir hann, auðvitað rétt í það hjálparhönd. Og hann hjó og hjó þar til allur eldiviðurinn var höggvið niður í kurl. Tómatarnir urðu aftur að eyrum og hann hélt áfram. Loks kom herra Nískur til bæjarins. Þar sá hann lítinn strák sem var að gráta vegna þess að boltinn hans hafði fest upp á garðvegg. Getur verið svo góður ná í boltan fyrir mig? Þú gera það? Nei, hreytti herra Nískur út úr sér. Þetta þinn bolti, þó. En þá þagnaði hann. Hann kitlaði undarlega í fæturna. Já, sagði hann í flýti. Já, auðvitað ger ég það. Og hann teygði sig eftir boltanum, rétti stráknum hann og hélt áfram, en horfði kvíðafullur niður á fætur sér. Litli strákurinn hætti að gráta og breyttist í galdrakall. Ég held, sagði hann við sjálfan sig, ég held að herra Nískur, þegar öll á botnin hvolft, sé að byrja skjáttlist mér ekki að verða ekki alveg eins Nískur. Ég held þótt mér geti skjáttlast, en slíkt gerist reyndar aldrei, að hann hafi hamingjunni sér lof látið sér þetta kenningu verða. Og vitið nokkuð, herra Nískur hafði látið sér þetta kenningu verða. Núna er hann hvergi nær eins Nískur og hann var. Hann geymir peningana sína ekki lengur í kassa í eldhúsinu. Nú er búið að lagfæra og mála húsið hans hátt og lágt og hann hefur breyst í all örláta náunga. Já, vitið hvað hann gaf bróður sínum í jólagjöf? 2 kolamóla.